Það rignir alltaf á Vík, sagði einn félaginn og virtist viss í sinni sög. Það breytir ekki þeirri staðreynd að það er fallegt við Vík í Mýrdal og veiðiferð á sjóbirtingslóð í Vestur-Skaftafellssýslu byrjar einhvern veginn alltaf og endar á Vík. Við erum á leið í Tungufljót í boði Hafsteins Jóhannessonar sveitarstjóra á Vík. Hafsteini þótti tilhlýðilegt að sýna okkur dýrðina við Vassá áður en lengri yrði haldið og hann tekur á móti okkur við veiðihúsið. Blessaður og sæll. Já, blessaður. Velkomin. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Gaman að koma hér í fyrsta skipti. Blessaður. Það fyrsta sem maður rekur augun inn í hlýlegu veiðihúsinu eru all sérstakar fígúrur. Þetta er gaflarinn og hrafninn, sem sagt þeir sem í veiðiskapinu fyrst og fremst fyrir skemmtunina og gleðskapinn heim í veiðihúsi, ekki síst. Hinn þolinmóði veiðimaður, það er sá sem að situr lengi á hverjum stað, er ekkert að æða ánaðan eitt á mikilli ferð, heldur er bara rólegur og ég held að þessi hafi nú stoppað kannski aðeins og lengi. Það hafa verið órólegur þessi. Já, ég held það. Og sumir hafa spurt að því hvort að hann þess vegna hefði stöðumælirinn við Frúarhylnu verið settur upp til þess að koma í veg fyrir að menn lenti í þessari stöðu. Nú síðan er það sagnamaðurinn eða sá sem að er sífellt að segja sögur af fiskum sem að aðalega þeir sem tapast. Fyrst og fremst þeim og stóru fiskunum sem maður missir sko. Og svo að lokum er það minkurinn eða sá gráði togararnir eða þeir sem að æða eftir miðri ánni með allar stangir úti og jafnvel að þeir hafi netið í vassanum. Þetta er svona þessar 4 típur, ég kalla þetta venjulega veiðiþrenninguna. Persónulýsingar veiðimann að baki og okkur er boðið til veislu. Já, þú ætlar bara að sjá þetta? Það er nú. Þjóðlegra verður það varla, reyktur lundi og hangikjöt í forrétt og saltaður fíll í aðalrétt. Fílsátir hefð á þessum slóðum og trúlega hafa fíllinn og sjóbirtingurinn verið afar mikilvægir skaftfellingum fyrr á tímum. Nei, hvert sumar sko. Það er 10 mínútur það. Já, jafnvel hvort. Ég var búið að veiða hérna í Alta í sumar í Noregi. Flestir okkar hafi ekki komið nálægt þessum krásum fyrr, en þetta reynist vera herramanns matur. Það er fingur og læri og. Já, ekki mynda konan og svo þegar þjóðar sýslu réttur. Það er ákveðið að ganga með Vassá stund og kíkja á nokkra veiðistæði. En það liggur okkur ekkert á. Sigurður málari, sem er þekktur meðal félagana fyrir eðlislæga forvitni, stenst ekki freistinguna og heilsar upp á veiðivörðinn. Ef vistmaðurinn tilvist álfa og trölla, þá er rétt að koma á stað sem þennan. Hér er galdur í loftinu og ekki dregur nálægðin við eldfjallið úr áhrifunum. Sigurður, sem átti svo innilega samræður við veiðivörðinn, er sá eini sem eitthvað kveður að. Og það er fallegur urriði sem tekur fluguna.
Þrátt fyrir vel útfærðar tilraunir okkar hinna, gengur hvorki né rekur. Eftir þessa ánægjulegu viðdvöl kveðjum við Hafstein og Huldu heimana við Vassá og höldum áleiðis austur. Tungufljót á upptök í Skaftárdal. Þar sem Tungufljót sameinast Ása eldvatni eru mót Bergvatns og Jökulár og nokkru neðar við Hrífunes kemur Hólmsá í vatnsfallið og heitir þar eftir Kúðafljót. Ofan Bjarnafoss taka við stórfengleg gljúfur en þar hefur áin grafið sér djúpan farveg. Góð urriðaveiði er sögð ofan gljúfra og segja kunnugir að stórir urriðar eigi þar heimalönd. Íslendingar hafi gegnum tíðina reynt ýmislegt fyrir sér í fiskirækt með misjöfnum árangri. Árið 1994 var gefið leyfi fyrir flutning á hafbetarlaxi í Hellisá á Síðu af Kollafjarðarstofni. Grindum var komið fyrir til að halda laxinum í ánni en þær gáfu sig hvað eftir annað. Árið eftir kom upp kílaveiki í Hellisá. Mönnum var að vonum brugðið enda stór alvarlegt mál á ferðinni fyrir allt vatnasvæðið. Var rokið upp til handa og fóta og skildi öllum laxi eitt úr ánni sem reyndist óvinnandi verk. Engin lax var fluttur í ána árið 1996 en árið þar á eftir tóku menn til við sleppingar á ný. Það sama ár voru sett lög sem bönnuðu alla slíka flutninga. Eftir að lögin tóku gildi var sótt undanþágu til að flytja hafbetalax á nýjan leik í Hellisá. Málið hlaut brautargengi en kröftug mótmæli veiðimanna, kærur veiðiréttareiganda í sýslunni og umsögn sérfræðinga veiðimálastofnunar vógu þungt þegar umsóknin kom til lokaafgreiðslu og var beiðninni hafnað. Það farið að halla degi þegar við komum í veiðihúsi við Tungufljót og Engilbert hefst strax handa við matarundirbúning með dyggri aðstoð veiðifélaganna. Það komið nokkuð fram yfir hefðbundin veiðitíma og veiðin hefur verið fremur slök í Tungufljóti þetta haustið. Stefán Jón Hafstein sem kom fyrir daginn hafði orðið var upp í Breiðufor og sett í vænan sjóbirting. Það eins og menn veljist saman til ævilangra samskipta í veiðiskap. Af hverju það veit ég ekki, en líklegast þykir mér að svipaðar hugmyndunum lífið og tilveruna hafi þar mest að segja. Ég dálítið fastheldinn á veiðifélaga og tel mig afar heppinn með þann hóp sem ég tilheyri. Og það var bara þetta hittak með sko... Við förum sent á fætur eða í það minnsta hægt. Hér liggur engum á. Það yndislega við haustveiðar er að það birtir seint og dimmir snemma. Ég ekki vanað það. Það eru svona fiskar sem býða okkar þarna niður. Já, ég skil bara ekki hvað er mjög að kæmsta. Jú, við bara þetta. Með því skapast dýrmætur tími samveru og pælinga sem annars færi í endalaus fluguköst og fiskifór. Sko, það þurfa að landa þessu helvíti. Já, en ég skal nú hjálpa ykkur við það. Helvíti setur sér svolítið inn í hlutina. Ég hef aldrei farið ofan af því að lög sílungs- og laxveiði eru dálítið úr sér gengin og einstaklega ósveigjanleg. Auðvitað eigum við að veiða sjóbirting langt fram á haust eða jafnvel langt fram á vetur. Ef veiðimenn eru tilbúnir að leggja á sig kuldann og slarkið, þá geta allir haft að þessu hag. Veiðiréttareigendur auka arðinn og veiðimenn ánægjuna. Þetta eru hérna bindin úr. Á hverju vorum við að tala þetta veður? Og að því ég nefni slaka haustveiði í Tungufljóti, þá er ekki að kenna að fiskinn vanti, heldur hann ekki genginn að neinu ráði í fljótið. Það byrjar ekki að ráði fyrir í október, en stendur fram að jólum og jafnvel enn lengur. Förum við lengra?
Í ljósaskiptunum þann 15. janúar settum við til dæmis í þennan norrlenska sjóbirting. Hann var greinilega ný genginn í ána, feitur og pattaralegur. Það hafði rignt nokkuð stöðugt alla nóttina og Tungufljót, sem er þekkt fyrir að hlaupa snöggt þegar svona viðrar, getur orðið óveðandi með öllu. Niður á bakkonum, þar sem árnar mætast, sjáum við að ótti okkar er ástæðulaus, í það minnsta í bili. Jó, það er hamingja. Það sagði bó? Já. Það er nú búin að veiða. Já, nú er búin að vera... Eftir stuttan fund er tekin einróma ákvörðun að taka enga áhættu og halda eins og skot upp í Breiðufor. Breiðafor er stórkostlegu veiðistaður og ofan á háum bakkanum þar sem sér að Bjarnarfossi verðum við strax varið við fisk. Engilbert fer með tvíhendun undir bakkan, en ég veði yfir og veiði af eyrinni. Sigurður Pálsson reynir fossinn og Stefán heldur upp með ánni austanmegin. Þetta er eins og það á að vera. Fiskur út alla Breiðufor og þessi tekur með smell. Þessi fallega hrygna fer frá okkur spræk og ósködduð. Sjóbirtingur verður gamall, fá hann til þess frið og getur náð hrikalegri stærð. Sleppingar eru nýnæmi meðal íslenskra stangaveiðimanna og sýnist sitt hverjum þessa aðferð til að viðhalda stofnum ána. Hins vegar er það deginu ljósara að þar sem þær hafa verið stundaðar hefur það skilað árangri. Í Argentínu voru sjóbirtingsár í sögulegri lægð fyrir 10 til 15 árum og kenndu menn meðal annars ofveiði ástandið. Bandarískir fluguveiðimenn tóku höndum saman með heimamönnum og hófa að veiða eingöngum í flugu og sleppa fiskum. Nú er ástandi gott og hvergi fiskast fleiri né stærri sjóbirtingar en í argentísku ánum. Thank you very much. Yes.
Wow. Nei, hann fyrir austur bara ég var að fara í land. Það gengur ekki með. Það mælir ekkert gegn því að menn taki sér fisk í soðið, en það stigsmunur á því eða troðfullum frystikistum. Það líka munur á því að veiða úr ám og vötnum þar sem stofnar eru vel haldnir eða vatnarsvæðum þar sem allt á niðurleið. Sportveiði ætti ekki að snúast magn. Ekki það hungrið sem rekur okkur áfram. Það hins vegar hungrið og kuldinn sem reka okkur heim í hvíldina. Engilbert sem aldrei fellur verk úr hendi notar tíman til að ganga frá flugulínu og yfirfara annað dót. Það rignir sem aldrei fyrr þegar við komum niður á sandinn þar sem árnar koma saman í Kúðafljót. Oft lenda menn í stórveiði í móriglunni en það var fljótlega ljóst að hér var ekkert að hafa þannig við héldum aftur heim í hlífuna. Stæðstu og mestu rauðu ábyggilega. Já, ég veit ekki. Það ein lítil hérna, flott. Viltu byrja á henni? Já, byrja á henni. Eftir enn eina indælismáltíðina setjast menn niður, yfirfara vopnabúrið og ræða málin. Ég veit ekki hvað þið letið hafa. Það hefur ekki þvælst fyrir ráðamönnum þjóðarinnar að leyfa flutning framandi laxastofna í silungsár, eins og verið hefur landlægt áraræðir og nægir að nefna Rangárnar og Hellisá sem dæmi. Það hvarflar ekki að mér að fyrra stangaveiðimenn, veiðiréttareigendur og leigutaka ábyrgðar. Samskipti þeirra við árnar og lífríki þeirra hefur allt of oft einkennst af hugsunarhætti umhverfissóðans og svo hrokafullur höfum við gerst að halda að við getum betur bætt sköpunarverkið. Nú enn ein stór aðförin að náttúru landsins hafin án þess að hirt sé eðlilega málsmeðferð. Það á að herja með ógnarkrafti á villta lax og silungstofna með stórfelldu sjókvíaeldi. Slíkt eldi hefur í nágrannalöndum okkar valdið óbætanlegum skaða á lífríkinu. Það eru mörg dæmi. Það gekk mjög illa síðast. Fiskeldi draf sig sjálf með hreinni vitleysu og aumingjaskap. Og Guði sé lof fyrir það. Núna sækja menn eins og þá röksemdir og fyrirmyndir til Noregs. Það eru engar siðlegar fyrirmyndir í þessu máli. Norðmenn eru búin að ganga svo frá að innan einhvers tíma þá eiga þeir ekkert einasta náttúrulegan laxastofn í öllu sínu langa landi. Þetta ekki fyrirmyndir handa okkur. Laxinn ekki sérvisku mál stangveiðimanna. Hann náttúruverðmæti, hann menningarverðmæti og það menningarlaust fólk sem eyðileggur svona það. Nú taka menn daginn snemma. Við ætlum aftur að Bjarnafossi og Breiðufor en þangað 15 mínútna akstur.
Það orðið sæmilega bjart þegar við komum upp eftir. Heldur hefur sjatnað í ánni og nú á að reyna þurrflugu. Miðað við hve grimmur og árásargerð sjóbirtingurinn furðar maður sig á því hve sjaldan menn pröfa þessa veiðiaðferð. Við Sigurður höfðum reynt þurrflugu í skoluðu vatni austur í Fljótshverfi með góðum árangri og því þá ekki að reyna hér. Aftur og aftur renndu drekarnir sér á eftir flugunni, hringsnerust undir henni og skoðuðu nákvæmlega. Allar mínar tilraunir eru til einskis, svo ég ákveð að færa mig upp í fossbreiðuna og heiti á flugu sem Engilbert nýtti og gaf mér í afmælisgjöf. Það reyndi ekki auðvelt að veiða strenginn fyrir neðan Bjarnafoss. Straumur stríður og hringiður slá flugunni til og frá. Það einstök stemming að standa í beljandanum og eiga við fisk sem hefur allan þennan straum að bakhjarli. Ætla unnendur íslenskrar náttúru að vera henni sá bakhjarl sem hún nauðsynlega þarfnast, eða ætlum við að horfa framhjá því að á hana sé gengið með þeim hætti sem nú fyrirhugað. Ráðamenn sem hafa framtíð íslenskra lax og silungstofna í hendi sér halda því fram að nægjanlegt sé að ákveðnir firðir séu lausir við sjókvíaeldi til að tryggja tilvist villtra stofna. Þeim hinum sömu vil ég benda á þá staðreynd að sporðurinn á fiskum hefur tilgang. Þeim ætlað að synda með honum og það gera þeir.